Já, Viktor, nú erum við hérna á 4. degi úti í Portúgal. Hvernig svona eru fyrstu dagarnir að fara með mannskapinn? Þetta bara búið að vera mjög fínt. Það búið að vera gott veður, gott að komast í heita veðrið og sjá sólina aðeins, æfa á góðu grasi, aðstæður upp á 10. Þannig að það er ekki hægt að kvarta. Nú varst að koma úr matnum mitt. Hvernig svona maturinn? Við byrjum á honum. Já, þetta er svona ekta sportmáltíð sem við fáum með kjúla og pasta og geta kolvetnað nægu upp fyrir leiki og æfingar. Þannig að það er bara frábært. Svona ferðir, þær gera helling fyrir bara hópin og þetta félagslega og fleira. Þetta er ekki alveg sammála því að þetta er algjörlega lykil þáttur í undirbúningi fyrir Íslandsmót og Evrópukeppni í sumar? Já, alveg klárt mál. Það er bara líka sást held ég í leiknum í gær á móti Brentford að fá svona leiki á móti svona liðum. Það gerir eitthvað ósjálfrátt fyrir hópinn, bara fyrir móralinn og fyrir undirbúninginn og verður allt einhvern veginn svona ósjálfrátt bara á aðeins hærra leveli. Þannig að ég er alveg hjartanlega sammála því. En að leiknum aðeins í gær, hvernig horfði hann við þér? Hvernig var að komast á alvöru gras og við erum alltaf vanið að vera að gera grasi? Já, þetta var bara, fannst mér mjög góð leikur. Við vorum bara ákveðnir í því að mæta almennilega eina leik. Það var kannski, töluðum að smá fyrir leikina, það var kannski búið að vera smá svona deyfið yfir okkur. Við vorum búin að vera kannski ólíkir sjálfum okkur í svona síðustu leikjum. En leikurinn í gær var svona byrjunin á okkur fannst mér. Við vorum bara aggressífir og staðrænir í því að gera vel og vildum vinna fyrir hvern annan og uppskárum eftir því. Það var gaman að sjá. Góður sigur allavega. Já, klárlega. Alltaf gott að vinna. Já. Heyrðu, það er bara áfram gakk og takk fyrir þetta. Yes, minnst það var.